Sérstaklega vandað til helgarblaðs DFF sem kemur út á laugardögum. Þar kappkostað að birta spennandi og fróðlegt lesefni fyrir alla fjölskylduna. Helgarblaðinu er dreift höfuðstað Norðurlands til áskrifenda, sölustaða og sölu barna. Tölvuvæðing DFF hófst í nóvember árið 1985. Nú fer öll framleiðsla blaðsins bæði á ritstjórn og í prentsmiðju fram í tölvum. Sama á við aðra þætti í rekstrinum, svo sem móttöku og vinnslu auglýsinga, áskrift blaðsins, dreifingu og bókhald. Tölvukerfið frá Norsk Data. Kjarni þess 3 móðurtölvur sem sameiginlega hafa 1728 megabæta geymsluminni og 21 megabæta vinnsluminni. Tölvuskjáir og prentarar samtals 70 talsins. Fréttasendingar Reuters fara símleiðis beint inn í tölvukerfið sem tekur einnig við efni frá einkatölvum og ferðatölvum. Þá notar DFF samtengt net Macintosh tölva fyrir dagbækur ritstjórnar, ýmsa gagnabanka og til að vinna kort og gröf. Fréttir, greiningar og fleira efni blaðsins geymt í gagnabanka ritstjórnar, en hann bætist á hverju ári hátt í 10.000 greinar. Filmu- og myndasafn blaðsins mikið af vöxtum, enda elstu filmurnar í safninu frá 1960. Það gefur til kynna stærð safnsins að ef öllum umslögum með myndum og filmum væri raðað saman í einn bunka, yrði sá stafli 100 metrar á hæð. DFF leggur áherslu á málvöndun. Sú krafa var gerð í upphafi tölvuvæðingar blaðsins að sjálfvirk skipting orða milli lína yrði rétt í að minnstakosti 95% tilvika. Sá texti sem skrifaður á tölvurnar lesin yfir af íslensku fræðingum sem einnig fari yfir síður blaðsins áður en þær sendar til prentunar. Notkun grafískra skýringamynda með fréttum áberandi á síðum DFF. Daglega birtast í blaðinu gröf og kort sem unnin á fullkomnustu gerð af Macintosh tölvu með hugbúnaði sem notaðir á öllum helstu dagblöðum heims. Á hverju ári birtast hátt í 2000 gröf í blaðinu. Þar á meðal vönduð veðurkort sem prentuð í litum og ítarlegar skýringateikningar sem oft lýsa fréttaviðburðum betur en mörg orð. Í tölvukortasafni DFF yfirlitskort af öllum löndum jarðar. Einnig kort af þéttbýlistöðum á Íslandi, höfnum og flugvöllum. Því fljótlegt að setja í blaði kort til dæmis af landi eða kaupstað þar sem fréttnæmir atburður gerast. Á hverjum degi birtist á baksíðu DFF Íslandskort með veðurspá morgundagsins. Fréttaskot DFF mikilvægur tengiliður blaðsins við lesendur allt land. Þeir sem hafa vitneskju frétt geta hringt í sérstakt símanúmer 62 25 25 hvenær sem sólarhringsins og koma á framfæri ábendingu í trausti þess að fullra nafnleyndar verði gert. Blaðamenn DFF sannreyna efni fréttaskotana. Leiði þau til birtingar fréttar í blaðinu fá þeir sem hringdu greiðslu fyrir. Potturinn svokallaði eins konar hjarta ritstjórnarinnar. Þar allar fréttir og greinar skoðaðar í tölvukerfinu, fyrirsagnir samdar og lagfærðar og gengið frá greinunum til birtingar í blaðinu. Þeim síðan raðað inn á síður DFF eftir efni og mikilvægi. Hönnuðir blaðsins brjóta fréttirnar í tölvunni, teikna þær inn á viðkomandi síður og senda síðuteikningarnar til frekari vinnslu í prentsmiðjunni. Tölvukerfi DFF tengt við 2 afkastamikla ljóssetningavélar sem setja greinarnar á pappír, frágenginn texta með fyrirsögn, myndateksta, ramma eða rasta eftir því sem beðið. Textin límdur á síður samkvæmt teikningum hönnuða blaðsins, sama á við ljósmyndir og auglýsingar. Síðurnar myndaðar 2 og 2 saman og framkallaðar á filmu. Þegar filman hefur verið snyrt og lagfærð eftir þörfum hún lýst með 4000 watta ljósi á álplötu. DFF notar árlega hátt í 20.000 slíkar plötur. Að morgni plötur með síðum dagsins settar prentvélina og nýtt blað rúllar af stað. Fyrstir með fréttirnar gamalt og nýtt kjörorð DFF. Fréttir af innlendum og erlendum atburðum og fréttaskýringar því áberjandi á síðum blaðsins. En
DVAF leggur einnig áherslu á fjölbreytt annað efni fyrir lesendur sem hafa ólík áhugamál. Blaðið er vettvangur hressilegrar umræðu málefni dagsins. Með kjallaragreinum og lesendabréfum tekur almenningur virkan þátt í þjóðmálaumræðinu á síðum DVAF. Margvíslegar upplýsingar sem koma að gagni í daglega lífinu eiga fastan samastað á síðum blaðsins, svo sem veður víða heim, gengi krónunnar, verð á fiskmarkaðum, vaxtakjör bankana og aðsetur og opnunartími ýmissa helstu þjónustustofnana. DVAF hefur lengi haft forystu meðal íslenskra fjölmiðla í skrifum mál sem brenna á neytendum, meðal annars með reglulegum verðkönnunum. Hvern fimmtudag gefur DVAF út blaðaauka dagskrár allra sjónvarps og útvarpsstöðva landsins næstu viku og á föstudögum geta lesendur kynnt sér í hliðstæðum blaðaauka allt það helsta sem boðið upp á þá helgina í menningar og félagslífi. Ættfræði síða DVAF afar vinsæl en þar eru birtar 1200 ættgreiningar á hverju ári. Sérstaklega vandað til helgarblaðs DVAF sem kemur út á laugardögum. Þar kappkostað að birta spennandi og fróðlegt lesefni fyrir alla fjölskylduna. Helgarblaðinu fylgir sérstakur blaðaauki fyrir yngstu kynslóðina, barna DVAF. Umfjöllun menningarmál og listir skipar veigamikinn sess á síðum blaðsins. Menningarverðlaun DVAF hafa verið árviss viðburður í íslensku menningarlífi síðan 1979 en þau hljóta listamenn sem skarað hafa fram úr í listamennskunni á nýliðnu ári. Í bókmenntum, byggingalist, hönnun, kvikmyndagerð, leiklist, myndlist og tónlist. Verðlaunagreifinir eru sérsmíðar hverju sinni og við afhendingu verðlaunana á borðum frumlegir réttir úr sjaldgæfum íslenskum hráefnum. Smáauglýsingarnar hafa frá upphafi sett mikinn svip á DVAF. Þangað snýr almenningur sér í leit að húsnæði, bifreiðum, heimilistækjum, nýjum atvinnutækifærum og margvíslegri þjónustu. Á hverjum einasta degi birtast í blaðinu 400 til 700 smáauglýsingar eða 130.000 á ári. Tekið á móti smáauglýsingum bæði í DVAF húsinu og símleiðis jafnt helgar sem virka daga. Auglýsingarnar eru skrifaðar beint inn í tölvukerfi blaðsins sem reiknar út kostnaðinn og sendir þeim sem ekki greiða með peningum eða greiðslukortum reikningin heim. Sé þess óskað annast smáauglýsingadeildin einnig alla móttöku á svörum við smáauglýsingum sem birtast í blaðinu. Til að spara sporin þeim auglýsendum sem að kaupa, selja eða leigja hefur smáauglýsingadeildin til reiðu eyðublöð fyrir afsal bifreiða og sölutilkynningar, húsaleigusamninga og jafnvel víxil eyðublöð. Auglýsingadeild DVAF aðstoðar viðskiptavini við hönnun og uppsetningu stærri auglýsinga sem hægt að birta í allt að 4 litum. Þannig veitir blaðið víðtæka þjónustu til þess að auðvelda lesendum að höndla á því markaðstorgi tækifæranna sem auglýsingar í DVAF eru. Á hverju ári gefur DVAF út mörg aukablöð þar sem saman fara upplýsingar fyrir neytendur og auglýsingar. Meðal annars ferðalög, hús og híbýli, garða og gróður, tómstundir og nýja bíla. Fyrir hver jól gefin út stór jólagjafahandbók og sérstakt bókablað með upplýsingum jólabækurnar en fermingagjafahandbókin á vorin. Og stærsti bílamarkaður landsins í vikulugum blaðaauka sem fylgir helgarblaði DVAF. Það þarf marga góða starfsmenn til að annast útgáfa á stóru dagblaði. Á ári starfað meðaltali tæplega 160 manns hjá frjálsri fjölmiðlun sem útgefandi DVAF en heildarvelta fyrirtækisins nam á árinu 1989 750 milljónum króna. Starfsfólk blaðsins samhent í starfi en líka í leik. Sumir æfa saman knattspyrnu og keppa við starfsmenn annarra fyrirtækja með góðum árangri. Árlega fara starfsmenn blaðsins með fjölskyldum sínum í sameiginlega sumarferð og efndir til árshátíðar á hverjum vetri. Íslendingar hafa mikinn áhuga á hvers konar íþróttum. Hvort sem þeir fjölmenna á völlinn til að styðja sín lið eða sitja heima, vilja þeir fá að lesa leikinn og eftir og sjá álit annarra. Þessi mikli íþróttaáhugi landsmanna endurspeglast á síðum DVAF. Íþróttafréttamenn og ljósmyndarar blaðsins fylgjast með og segja frá keppni í öllum íþróttagreinum. Þá jafnt við keppni yngstu aldurshópana, til dæmis í knattspyrnu eða handbolta og baráttu íslenskra stórliða við heimsfræga andstæðinga. Margir áhugamenn íþróttir bíða spenntir eftir að DVAF kom út á mánudögum því þá fylgir DVAF myndarlegur blaðaauki. Þar ítarlega sagt frá öllum helstu íþróttaviðburðum helgarinnar, heima og erlendis í máli og myndum.
Það oft komið langt fram á nótt þegar blaðamenn DVF ljúka störfum eftir erilsaman dag. Ljósin slökkt og næturfriður ríkir í DVF húsinu. En aðeins skamma stund. Fljótlega boðar nýr dagur komu sína. Starfsmenn DVF ganga til verka á ný. Fyrst blaðamennirnir sem skrifa erlenda fréttaviðburði næturinnar, síðan hver af öðrum. Hröð atburðarás morgunsins hafin á ný. Og fyrr en varir heyrast á ný köll sölubarnanna á Lækjartorgi eins og þau hafa gert í áratugi.